Komið margblessuð og sæl kæru gestir og verið hjartanlega velkomin til okkar hingað í Menningarhúsið Hof í Svartakassanum. Við erum hérna upp á sviði og takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að mæta. Við ætlum að nýta þetta hádegi til þess að fjalla aðeins nýbyggingu við sjúkrahúsið á Akureyri sem að mun auðvitað gjörbreyta aðstöðu hér fyrir norðan. En fyrirkomulagið þannig bara svo við förum yfir svona praktísk atriði. Það í boði súpa hérna frammi, þannig að fólk sækir sér eða kaupir súpu þar. Síðan í boði hérna kaffi, te og vatn. Hérna á eftir það ætlum við að fara yfir stöðu verkefnisins og áætlanir og hvernig þetta liggur allt saman fyrir okkur. Og við ætlum líka gangið í bæinn og við ætlum líka að ræða bara vænt áhrif nýbyggingarinnar. Og þá sér í lagi varðar skurðlækningadeild, lyflækningadeild, dag- og göngudeild, geðdeildar og legudeild. Geðdeildar. Síðan ætlum við að ræða aðeins sjúkraflug og í lokin þá ætlum við að gefa okkur nokkra mínútur í umræður og spurningar og ég hvet ykkur eindregið til þess að punta hjá okkur og vera tilbúin að spyrja. Hérna ættu að vera flestir sem geta svarað minnstakosti því sem við kemur sjúkrahúsinu á Akureyri. En að þessu sögðu þá ætla ég að bjóða forstjóra sjúkrahússins á Akureyri, henni Hildigunni Svavarsdóttur, hjartanlega velkomin í pottið. Já, góðan daginn og bara gaman að sjá ykkur öll hérna og við erum búin að hlakka til þessa dags, búin að hafa þetta í maganum í svolítinn tíma en bara frábært að við séum komin hérna og við erum með þennan opna fund nýbygginguna á sjúkrahúsinu. Og það er líka mjög gaman að sjá hérna andlit sem að ég veit að hafa komið mikið að þessum málum í fyrir mörgum árum síðan, ef ekki orðað þetta þannig. En nýbyggingin á SAK þetta stórt og mikilvægt skref fyrir okkur öll og það alveg ljóst að hún mun styrkja okkar innviði gríðarlega mikið og síðast en ekki síst bæta aðstöðu fyrir sjúklingun okkar og starfsfólkið sem að vinnur á sjúkrahúsinu. Þannig teljum við að við getum tryggt betur bæði tryggt betur öryggi og fagmennsku fyrir þá skjólstæðinga sem til okkar leita. Nú og fyrir mig sem forstjóri sjúkrahússins þá ekki bara mikilvægt að við byggjum hús, heldur þurfum að byggja húsið sem traustan grunn fyrir þjónustu sem við viljum hafa mannúðlega og faglega og aðgengilega fyrir alla þá sem þurfa á okkar þjónustu að halda. Það þannig að við á sjúkrahúsinu á Akureyri höfum þá framtíðarsýn að vera leiðandi í heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi og teljum okkur hafa mikið til þess að fram að færa. Við viljum hafa nýsköpun og gæði í fyrirrúmi og við viljum skapa umhverfi sem styður bæði við sjúklinga og starfsfólk með nútímalegum lausnum, öryggi og sjálfbærni í huga. En það verður ekki hjá því komist þegar við erum að tala nýbyggingu við sjúkrahúsið á Akureyri að horfa til þess að við erum með eldri byggingar nú þegar og til að mynda náttúrulega elsta byggingun okkar rúmlega 72 ára gömul sem ég veit hefur aðeins rætt hér á eftir. En við náttúrulega horfum til þess að það þarf að viðhalda eldra húsnæðinu því við þurfum að nota það áfram. Nýbyggingin bara viðbygging til viðbótar það sem við erum með í dag. Þannig að við eldra húsnæði þá þurfum við náttúrulega virkilega að vinna í því að fá fjármagn til þess að byggja upp öflugar dag- og göngudeildir á sjúkrahúsinu sem náttúrulega stefna stjórnvalda og við viljum líka gera það. Auk þess sem ég held að það hefur örugglega öll heyrt af þeim áskorunum sem við glímum við sem varða rakaskemmdir í eldra húsnæði og það áskorun fyrir okkur öll sem störfum á sjúkrahúsinu og samfélaginu og bara allt landið í heild sinni. Mig langar líka að nota tækifæri og þakka öllum sem hafa lagt sitt lóð á vogarskálarnar í gegnum árin til þess að koma þessu verkefni á koppinn. Þetta stórt fyrir okkur að vera á þessum stað í dag því að það alveg ljóst að án ykkar allra sem að þekki til þessa verkefnis þá værum við ekki þar sem við erum í dag. Þannig að það gott tækifæri eins og Hilda Jana sagði til þess að kynna verkefnið, svara spurningum ykkar og sjá og heyra ykkar sjónarmið. Þannig ég segi bara aftur takk fyrir að vera þáttakendur í þessu mikilvæga verkefni okkar hér og takk fyrir bara að styðja við framtíð heilbrigðisþjónustu hér á þessu svæði. Þetta okkur öllum gríðarlega mikilvægt. Og ég held ég hafi þetta ekkert lengra og ég held að Gunnar sé bara næstur upp það ekki. Yes. Sælir Þrömmul og takk fyrir að mæta, gefa ykkur tíma.
í verkefnahópnum hérna eru mjög sátt við að halda svona fund. Áttum kannski hugmyndin aðeins líka að hafa opinn fund og vonandi verða það bara fleiri. Og mikilvægt, þetta er stórt verkefni, mikilvægt fyrir samfélagið og því held ég þessi mjög gott að hafa slíka fundi til þess að fá umræður, fá spurningar, þannig að ég vona að það komi á eftir og þá líka að svara og ræða málin og eins taka með sér einhverja pælingar sem að koma upp. Ég ætla að fara aðeins yfir, ég er semst verkefnastjóri SAK í þessu verkefni. Útskýri kannski aðeins eftir hvernig skipulagið en ég leiði semst SAK-hópinn í þessu og svo erum við þá með notendahópa sem að koma eftir og fara yfir sína hluti. Ég ætla að reyna að sé bara undanfaran stöðuna á áætlanirnar. Ég ætla að reyna að gera á 5 mínútum, þannig að tala kannski lítið hratt en þá bara ræðum við málum betur á eftir. Forsagan, hún er 22 ár svona í skýrslum og á pappírunum, örugglega eitthvað aðeins lengri í umræðunni og vonum og væntingum. En þetta er bara svona aðeins til að sýna hvaða tíma þetta allt saman tekur. Þörfin búin að vera lengi til staðar og löngu tímabært verkefni að mínum mati, en verið góður gangur í síðastliðin ár eftir að það náði í gegn. Svona í stuttu máli þá, fyrstu skýrslur 2003 og 2004, svo stofnar Kristján Þór heilbrigðisráðherra 2014 vinnuhóp, setur málið á borðið og út frá því er ferlið svo sem nokkuð skýrt, nema að kemur smá COVID inn á milli og svona, einhverjar áskoranir. Þannig að í október 2022 fáum við þá formlega heimild til þess að fara í hönnun á nýrri leigubílabyggingu. Bara svona aðeins fróðleiksmálin á milli, þetta er 15. des næstkomandi, þá eru 72 ár síðan að fyrsti sjúklingur var innritaður á FSA og þá í A-bygginguna, sem er þá sú bygging sem hýsir lyf- og skurðlækningadeild í dag, ásamt fæðingardeild og eldhúsi. Þannig að þessi bygging hefur nú staðið fyrir sínu og verður að sjálfsögðu áfram í notkun þrátt fyrir stækkunina en erfitt að uppfylla nútíma kröfur innan hennar. Nú hver var niðurstaðan í frumathugun? Það var í rauninni svona í stuttu máli að byggja 3 hæða nýbyggingu með tengingu við sjúkrahúsið fyrir legudeildir lyf- og skurðlækninga og geðþjónustuna. Það er oft talað legudeildar álmu en geðþjónustan er öll saman að fara yfir í nýbygginguna og það er þá líka dag- og göngudeildir þar. Þannig að þess vegna velja að kalla þetta nýbygging, ekki legu-álmubygging eða eitthvað svoleiðis, því að þetta er ekki einungis legudeildir, þótt að sé að stærstum hluta. Frá 2022 þá hefur þetta bara farið í formlegt ferli. Eftir að koma heimild til hönnunar þá var NLSH, sem er skammstöfun fyrir nýji Landspítalinn, falið að fara með verklegar framkvæmdir varðandi uppbyggingu sjúkrahúsþjónustu. Og svona í stuttu máli þá er það, í staðinn fyrir að fara í gegnum framkvæmdastýrðu ríkisins, þá er NLSH eða nýji Landspítali verkkaupi af verkefninu. Þannig að það er svona orðið til svona, opinbert hlutafélag og orðið til staður þar sem ákveðið sérhæfingar er að vera til, bæði meðfram náttúrulega verkefninu við Hringbraut, Grensás, Háskólann og svo fleira. Þannig að þetta hefur stækkað en var upphaflega stofnað varðandi bara Hringbraut. Og þetta þekkjum við á Norðurlöndunum eins og sjúkrahúsbygg og fleira, það sem er bara svona miðlægar stofnanir sem að byggja svona byggingar. Við gerum samstarfssamning í framhaldinu, SAK og NLSH, varðandi okkar aðkomu og svo framvegis. Svo að fara í forval á Evrópska efnahagssvæðinu, varðandi hönnun. 5 hönnunarhópar fóru áfram á því og niðurstaðan var svo kynnt í maí í fyrra.
Þetta var vinningstillagan í maí í fyrra. Já, þeir sem þekkja til sjá þarna, er ég með bendil? Já, þannig að þetta kemur og tengist á suðurhliðina á núverandi húsum og miðjan verður svona ás í gegnum alla bygginguna. Frá þessum tíma þá hefur verið mikið ferli með hönnunarhópnum sem Verkís aðilinn, þetta er Verkís hönnunarhópurinn, en þetta eru margir hönnuðir frá mismunandi aðilum innan þessu hóp, ekki bara Verkís. Þá hefur verið í notendastuddri hönnun, það eru reglulegi notendasamráðsfundir, vinnufundir og samráð sem að hönnunarhópurinn og við vinnum saman að. Við fórum meðal annars í ferð til Danmerkur og heimsóttum nokkur nýlega byggð geðsjúkrahús. Það hafði mikil áhrif á verkefnið, sjá hvernig þróunin hefur verið hjá þeim. Hermum og rýmum og verkvöllum. Við setjum öll rými upp í 1 á móti 1 með fölskum veggjum og svo framvegis og starfsfólki stillum upp sjúkrastofum, stillum upp lyfjaherbergjum og svo framvegis, förum yfir það og lögum og bætum og breytum. Þannig að eftir þetta ferli þá erum við hér í dag. Þetta var mynd sem ég fekk í gær. Þannig að þetta hefur aðeins breyst og sjáum til dæmis eins og Leifur til Geldar, hún sem er á neðstu hæðinni, hægra megin og orðin svona hringur. Þetta er frá því sem að var upprunalega og kemur til dæmis bara út frá þessari vinnu með hann. Lykilstærðir, byggingin er 13 fermetra brúttó, sem þýðir þá með útvegjum og öllu svoleiðis. Það er gert ráð fyrir að sé hægt að bæta einni hæð ofan á síðar. Þetta verða þá 3 hæðir með kjallara til að byrja með. Allar sjúkrastofur, einmennisstofur, hægt að einangra 9 rúma einingar í farsótt eins og COVID og fleiru. Geðþjónustan saman á einn stað og svo er þá mikið fjölgun á einangrarrýmum sem miðað við stöðuna eins og hún er í dag hjá okkur. Í heildina séð er þá legurrýmum á þessum 3 deildum að fjölga 33, semst úr 53 í 86. Úr 23 í 36 á lyf, 20 í 36 á skurð og 10 yfir í 14 á geð. Í fermetrum þá er húsnæðið í raun tvöfaldast með við stærri deildana í dag. Og það er náttúrulega mikið til að því að þetta verði allt einum í sínu. Deiluskipulagið er nú bara með það hérna, kannski koma einhverjar spurningar og þá get ég sett það upp á eftir. Áætluð tímalínan sem lítur út núna, það er að bjóða út jarðvegsframkvæmdir núna strax eftir áramót. Skóflustunga er áætluð 30. apríl og þá hefjast framkvæmdir bílastæða og jarðvinna nýbyggingar að hefjast. Og svo er það gert ráð fyrir að í nóvember næsta ári sé hönnun lokið og þá fari útboðsferli varðandi uppsteypu og innanlandsfrágang og svo framvegis í gang. Já, ég held að tíminn sé búinn. Já, komið sæl, gaman sögur öll. Ég heiti Sólveig Hulda og er deildarstjóri á lyflæknadeildinni. Og ég heiti Bryndís María og er deildarstjóri á skurðlækningadeildinni. Og við ætlum að renna svona yfir það helsta sem snýr á okkur. Við viljum náttúrulega byrja að segja að hönnun byggingarinnar byggja náttúrulega á gildum SAG sem er öryggi, samvinna og framsækni. Og það er náttúrulega mjög spennandi tíma framundan og við erum náttúrulega afskaplega þakklátir að fá að taka þátt í þessu verkefni. Að ræða hurðir kannski marga klukkutíma, það er svona hentar hjúkrunarfræðingum mjög vel. Þannig en í dag búum við við þröngan húsakost og ófullnægjandi húsnæði bara að flestu leyti. Við ætlum að sýna ykkur nokkrar myndir úr svona á deildunum. Hér er 2 manna stofa á skurðdeildinni, reyndar bara 1 rúm, því getið ímyndað ykkur koma 2 rúm og hjálpatæki hvað þröngt að sinna fólki. Klósett inn á herbergjunum
maður kemst bara öðru megin, nema maður sé rosalega grennur og lítill, það er svona einn og einn sem hjálpar okkur hérna. 3 rúm á 2 mannastofu. Við með fáar geymslur, við notum bara ganga og svona neyðarútganga sem við fengið að nota hérna part af. Gangarnar okkur þröngir, dótið geymt þarna frammi. Við erum ennþá með 4 mannastofur sem erum alltaf að útrýma. Lyfjaherbergi okkar er þröngt og skólinn okkar lítill. Kannski alvarlega staðan er hreyfihorf fyrir sjúklinga. Við erum eina aðstæðan sem sjúklingar hafa í endurhæfingu orðið á þessum deildum. Það er engin engar setustofur lengur, búið að taka allt undir aðra vinnu, nema við á lyfjadeildinni hefum fengið að halda aðstandaherbergin okkar þar sem við erum með líknardeild, sem þetta er mjög nauðsynlegur hluti af. En svo er aðalmálinu þar sem allt á að breytast í átt að nútímanum. Þetta er svona draumasýnin á herbergjunum. Það er ekki alveg komið á hreint hvernig enda. Þetta er allt svona opið og bjart og nóg pláss fyrir allt saman. En svona ef við eins og Gunni nefndi áðan, þá ætlum við að fara inn ákveðið frumathugun fram og svona nokkur atriði sem var tala um að skipta svona helstu máli og það var kannski helst umhverfi sem var rætt um. Það þarf að vera heilsueflandi og í því felst að hljóðvistin þarf að vera góð. Og alls konar suð, skellir og dót skiptir máli, þannig þarf að velja vel gólfefni og hvernig loftin eru dempuð. Alls konar efni, þessi örugg og hægt að þrífa þau. Litir skiptir líka miklu máli, það séu svona heilsueflandi á bæði innréttingum, gólfum, húsbúnaði. Lýsingin mikilvæg, bæði óbein og bein. Það verður að vera hægt að dempa ljósin, sjúklingar það sjálfur líka geta stýrt þessum frá sínu rúmi og svo náttúrulega tengingin við náttúruna gríðarlega mikilvæg. Við viljum líka halda útsýninu sem við höfum, mjög þýðingarmikið að tapa því ekki og svo þarf umhverfið að vera öruggt, mjög mikilvægt. Við viljum fyrirbyggja föll, sýkingar og alls konar tímasón sem við getum talið hérna endalaust upp. Þannig að allir þessi þættir sem ég nefna, þeir stuðla svona hraðar í bata og betur líðan sjúklinga, aðstandenda og auðvitað bara alls starfsfólksins. Hvað ætlar þú að taka við? Já, takk fyrir Sólveig. Hérna sjáum við nokkrar fleiri myndir sem að hönnuðirnir hafa sett fram sem tillögur hvernig þetta gæti allt saman litið út. Og þetta á að vera svona hjartað í lyfjadeildunum, þarna í miðrýmið á milli álmanna sem tengir álmanna saman. Og þetta á að vera svona bjart og fallegt og útsýni. En næst ætla ég að kynna fyrir ykkur svona helsta ávinningin af nýjum lyfjadeildum og þá annars vegar fyrir sjúklingana og svo fyrir starfsfólkið. Og byrjum á sjúklingunum. Þetta verður þetta gríðarlegur ávinningur og þar má fyrst að sjálfsögðu nefna aukið öryggi. Sjúklingurinn verður nær starfsfólkinu og við ætlum okkur að útrýma byltum með góðu byltuvarnarkerfi. Smitvarnir verða mun öflugri, bæði þar sem allir eru einar á stofu og auki verður 9 rúma álma lyflæknisdeildar verði sem smitsjúkdómadeild. Eins og fram hefur komið verða allir sjúklingar einir á herbergi og það þýðir auðvitað miklu meira næði og þægindi fyrir sjúklingana. Stofugangurinn verður ekki lengur í áheyrn stofufélagana. Viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk geta bara farið fram á stofunni og þú verður ekki lengur fyrir truflun af stofufélaga. Og svo er það fjölskylduhjúkrunin, hún verður sjálfsögðu auðveldari og það er eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á og sak. Og svo öll aðstaða fyrir aðstandendur verður mun betri. En þið verður að taka vilja þegar ekki gerðugreindi bjóð til þessa mynd fyrir okkur og var ekki betur en þetta. Hún var gerð í gærkvöldi. Þetta er svolítið róttahólulegt en ég fékk appelsínugulan stólinn sem ég bæði samt. Og þetta svona er ekki stærðin á herbergjunum. Það verða stærri. En hann var svo glaður þessi maður, við verðum að hafa hann með. Og þá er það helsti ávinningurinn fyrir starfsfólkið. Þar viljum við þetta fyrst líka nefna öryggið. Öryggið er alltaf í fyrirrúmi og við hönnun nýbyggingarinnar miðar skipulag deildana að auknu öryggi. Starfsfólkið verður með betri yfirsýn með þessum opnu vinnustöðum og þar sem við höfum sýn inn á stofurnar. Og það verða svona, þetta er ekki endaleg mynd, þetta er líka gervigreinda mynd, en það verða svona gler í veggjónum, gluggar inn á herbergin sem sagt og líka gluggar í hurðunum.
þannig að það á að sjást frá þessum opnu vinnustöðum og inn á stofurnar. En að sjálfsögðu ég tek það fram að það verða auðvitað gardínur og sjúklingar munu geta dregið fyrir. Öll vinnuaðstaða fyrir starfsfólki verður mun betri og nútímalegri og hún mun stuðla að minna líkamlegu álagi á starfsfólkið, til dæmis með þessum sjúklingalyftum í loftum sem að Gunni nefndi áðan og verður með svona gagnvirkt kallkerfi og það verða styttri vegalengdir, aukin stoðþjónusta og margt fleira. Það verður meira næði fyrir viðtöl, meðferðir og rannsóknir og í nýbyggingunni verða miklu fleiri og betri starfsmannarými. En öllum breytingum fylgja áskoranir, en það er bara eitthvað sem við ætlum okkur að vinna með og erum að gera og allt hefur sína kosti og galla. Við vitum það að sumum sjúklingum fellur illa að vera einir á herbergi, en langflestum finnst það betra. Og stækkun deildanna þýðir auðvitað fleira starfsfólk, en við trúum því að bætt aðstaða laði að fleira og gott fólk til okkar. Á þessari lokaglæru hjá okkur sjáum við teikningar af legudeildunum. Þarna lengst til, þetta skipulag sem svipað á báðum hæðum og myndin lengst til vinstri sjáum við þetta eru 4 9 rúmaeiningar í 3 álmum og í miðjunu er þetta hjarta sem ég talaði það sem að verður svona björt og fallegt rými sem verður borð og setustofa. Í miðjunni er mynd af 9 rúma einingu. Þetta græna er þessar opnu vinnustöðar og við sjáum að það er svona góð sýn inn á þessi nýju herbergi. Og myndin lengst til hægri er verið svona áhersluatriði á miðjuna. Það eru svona vinnurými starfsfólks, lyfjaherbergi og slíkt. En þá hérna við útveggina eru þá stofursjúklinga og með góðu útsýni. Sem sagt, draugum þetta bara aðeins saman, þessi ávinningur. Það er öryggi mun aukast, rúmafjöldin eykst, það verður bylting í smittvörnum, við fáum öldrunar- og líknardeild og stórbætt vinnuumhverfi. Sem sagt, gjörbreyting á vinnuaðstæðum og aðstöðu fyrir sjúklinga og aðstandendur. Takk fyrir okkur. Jæja, komið sæl, Ragnheiður heiti ég og með mér á Aalborg. Og hér í salnum í dag er líka þjónustustjórinn okkar gestur og svo Bernhard líka, deildarstjóri legudeildar. Við ætlum að fara aðeins yfir geðþjónustuna. Byrjum á því að fara yfir kannski þessa heildarsýn. En geðþjónustan og SAK í dag, hún samanstendur sem sagt af legudeild og dag- og göngudeild sem vinna náið saman og mynda eina heild í þjónustu við skjólstæðinga. Í dag eru deildina þó í sitt hvoru húsnæðinu, legudeildin í aðalbyggingu og dag- og göngudeildin í viðbyggingu. Svo aðgreining hefur verið praktísk og hefur bæði praktísk og fagleg áhrif og getur gert þjónustuferli minna samfellt þrátt fyrir mikinn metnað starfsfólks. Þetta er hérna sem sagt teikningin af þessum þá kjörnum núna þá í þessari nýju byggingu. En með nýju byggingunni mun þetta breytast. Þar verða legudeild, dagdeild og göngudeild sameinaðar á fyrstu hæð eins og sést hérna á þessari mynd. Þar sem guli hringurinn er þá göngudeildin og grænn er þá dagþjónustan eða dagdeildin og blái sýnist mér verða þá legudeildin. Starfsfólki mun geta unnið saman á einum stað og upplýsingaflæði betra og skjólstæðingar upplifa þjónustu sem eina samfellda heild. Þetta mun bæta starfsumhverfi, styrkja meðferð og stuðla að auknu öryggi og nærveru fyrir þá sem sækja þjónustuna til okkar. Ég ætla að tala aðeins hérna dagdeildina, byrjum á því. Hún er sem sagt í rauninni bara svolítið hjarta starfseminnar og hún tengir saman mismunandi þjónustustig og umhverfi þar sem ætlað er að styðja fólk í bata eftir veikindi og í veikindum, hvort sem það kemur af legu eða göngudeild. Hún er staðurinn þar sem fólk
fólk getur unnið í batanum og fengið stuðning og æft sig í daglegum verkefnum. Og margir hverjir sem eru í geðendurhæfingu nýta sér meðferð innan dagdeildar. Í dag er dagdeildin í húsnæði sem er þröngt, ekki hannað fyrir starfsemina og býður hvorki upp á næði né hagkvæmt flæði. Göngudeildin liggur bókstaflega í gegnum rýmið sem skapar truflun fyrir alla sem sækja þjónustuna. Það er skortur og ró, tækifæri til hreyfingar og einkarými sem hefur áhrif á þá sem eru í viðkvæmu ferli í sinni þjónustu. Með nýju húsnæði munum við geta byggt upp dagdeild sem hentar betur þörfum skjólstæðinga. Hún mun bjóða upp á björt rými, betri hljóðvist, næði og sveigjanlega aðstöðu fyrir jafnt hvíld sem virkni og aðstæðan verður hluti af meðferðinni. Eins og þið sjáum hérna á þessari mynd þá er í rauninni miðjumyndin ætlað svona sem kannski þú ert að koma inn í dagþjónustuna og þetta er hlýtt og vinalegt umhverfi sem tekur á móti þér og tekur svolítið utan um þig. Og eins líka hérna minni myndir sem er hér. Og eins er ég hérna með mynd af tengiganginu sem tengir saman það liggur milli göngudeildar og legudeildar og í rauninni er dagþjónustan þarna alveg innst inn í rýminu og það er líka útigarður fyrir fólk til að fara í. Hérna erum við með svo mynd af göngudeildinni sem þjónar fjölbreyttum hópi, bæði fólki sem er langveikt og kemur reglulega og þeim sem þurfa stuðning í skemmri tíma. Í dag er umhverfi hennar óheppilegt, þar sem hún liggur að hluta til í gegnum dagþjónustu eins og áður kom fram. Það veldur truflun og gerir erfitt að skapa næði og flæði sem hæfi þjónustunni. Þetta hefur áhrif á bæði skjólstæðinga og fjölskyldu þeirra, sem þurfa ró og hlutlaust umhverfi í viðtölum og meðferðum. Í núverandi rými er erfitt að veita þjónustu. Rými hentar ekki að öllu leyti fyrir sprautulyfjagjafir, viðkvæm samtöl né hópmeðferðir, svo dæmi séu tekin. En reynt er að sinna þessum þáttum eins og hægt er og huga að öryggi. Hljóðvist og rýmistakmarkanir draga úr gæðum þjónustunar og hafa áhrif á upplifun fólks. En í nýju húsnæði munum við fá sérhönnuð viðtalsrými, betri hljóðvist og sveigjanlegar aðstæður fyrir viðtöl, meðferðir og teymisfundi. Þar verður líka vinnusvæði fyrir starfsfólk og teymisrými til að styðja þverfaglega vinnu sem er kjarni í göngudeildarþjónustunnar. Og sameiginleg kaffistofa, mjög mikilvægt, allra deilda, sem mun hafa áhrif á bara samstarf og samskipti. Þetta eru þessi sem er fjær mér, er þá í rauninni bara göngudeildin sjálf, það sem er nær mér er í rauninni að stórum hluta starfsmannarýmin í rauninni. Og hér í rauninni, þarna hönnuðurinn, hann riggaði upp þessari teikningu af viðtalsrými á göngudeild, bara fyrir svona hálf klukktíma síðan. Þannig að mér vantaði það svolítið í þess að sýna ykkur, það sem er verið að reyna að leggja áherslu bæði á öryggi og bara þægilegt umhverfi í viðtölum við skjólstæðinga. Já, góðan daginn. Bara ánægilegt að sjá okkur öll. Ég ætla að tala legudeild geðdeildar og það er nú kannski áhugavert að segja frá því að legudeild geðdeildar er staðsett í húsnæði í dag sem er tæplega 40 ára gamalt og árið 1986 þegar deildin hóf starfsemi stóð nú til að hún væri stuttan tíma á þeim stað. Síðan þá eru liðin tæplega 40 ár. Þannig en bráðameðferð geðþjónustu fer fram á legudeildinni. Þar veitum við sólarhringsþjónustu og samanstendur deildin í dag af 10 legurýmum og þar af 1 öryggisrými. Ljóst að með aukinni eftirspurn eftir þjónustu síðastliðin ár á stóru þjónustusvæði þá hefur fjöldi rúma og takmarka meðferðarrými verið okkur mikil áskorun. Þrátt fyrir að hafa verið farið ákveðnar endurbætur á núverandi húsnæði síðastliðnu ári þá stöndum við enn frammi fyrir ákveðnum takmörkunum. Meðal annars með fáum einbýlum þegar þarf að takmarka áreiti hjá okkar veikasta fólki og ásamt takmarka aðgengi að útisvæði og almennum meðferðarrýmum. Og hér sjáum við, ég ætla ekkert að kafa djúpt á þessa teikningu,
En þarna sjáum við svona yfirlitsmynd af legudeildinni. En í nýbyggingunni verður þessum fyrrnefndu áskorunum mætt með fjölgun á rýmum sjúklinga frá 10 upp í 14 og þar af 2 öryggisrými. Þá verða allar sjúkrastofur einbýli sem verður gríðarleg bót í okkar þjónustu. Á nýrri legudeild hugsað vel út í flæði innan deildar, tengingu við náttúru og batheimaða umhverfi og það eru ákveðin fræði á bak við það að hafa geðdeild á jarðhæð og það er búið að fara gríðarleg vinna í það líka. Undirbúningin tengslu við það. Þá verður fjölgun á vel hugsað í flæði innan deilda, tengingu við náttúru og batheimaða umhverfi. Fjölgun verður á dagstofum, viðtalsrýmum og almennum virknirýmum. Hér svona þannig að fáið svona aðeins tilfinningu fyrir sjúkrastofu og legudeild. Hún verður ekki nákvæmlega svona en þetta svona hugmyndafræðina bak við stofuna. Mikil breyting verður á starfsumhverfi og bæði með lokuðum starfsstöðum ásamt opnum deildina sem veitir jafnari dreifingu starfsmanna og eykur jafnvel sýnileika. Það var einnig hugað á ákveðnu sveigjanleika með því að það sé hægt að skipta upp deildinni. Það er hægt að loka ákveðnum göngum og það er hugsað fyrir öllu ef það þarf að takmarka til dæmis út frá eðli þjónustunnar sem að veita hverju sinni. Og það er vel hugsað öllum öryggisþáttum til að mæta ákveðnum kröfum út frá öryggisstöðlum almennt. Varðandi geðdeildir og í nýbyggingum. Tenging legudeildar við dag- og göngudeild verður mikil breyting til þess betra, meðal annars upp á samnýtingu stærri virknirýma til meðferðarstarfs, ásamt samnýtingu starfsmanna á fundarýmum og allri aðstöðu almennt. Að lokum vil ég segja þetta fyrir hönd okkar allra, þessara deilda. Nýbygging miklu meira en að vera bara verkefni úr steypu og stáli. Hún fjárfesting í fólki. Hún fjárfesting í skjólstæðum okkar, starfsfólki og öllu samfélaginu. Með þessari uppbyggingu erum við að bregðast við þeim áskorunum sem deildarnar standa frammi fyrir þjónustunni í heild og skapa sterkari samfellda þjónustu fyrir alla í okkar nær umhverfi. Þetta einstakt tækifæri til að móta framtíðina og við hlökkum til að halda áfram þessari vegferð. Og í samstarfi við hönnuði, verkefnastjóra nýbyggingar, starfsfólk, notendur þjónustunnar og síðast en ekki síst samfélagið okkar í heild. Takk fyrir. Já, komið sæl. Ég heiti Björn Gunnarsson og ég ætla að tala aðeins við ykkur sjúkraflug. Ég hef nú verið læknir í sjúkraflugi dálítið lengi. Ég byrjaði þegar ég var í Bandaríkjunum í námi á þyrlunni hérna fyrir neðan. Ég held að það hafi verið 1997. Og minnist þetta náttúrulega því að það voru einhverjir flugmennir sem hefðu fengið sína þjálfun í Víetnam, þannig að þetta var mikið ævintýri. Svo var ég tíma á þyrlu á björgunarþyrlu í Noregi sem efri þyrlan. 2013 byrjaði ég. Og svo hef ég verið viðloðandi sjúkraflug á Akureyri flest ár frá árinu 2002, alveg þangað til ég var settur út úr sakramentinu í fyrra, en ég hef gert rannsóknir þetta efni og því ég hér. Og rannsóknirnar, sem sagt, kveikjan að því var í rauninni þessi fréttatilkynning sem kom út 23. desember 2019 og birtist á vef heilbrigðisráðuneytisins, það sem var talað tilraunaverkefni sjúkraþyrlu og það var í bígerð. Og þá var sagt að vaxandi sérhæfing í bráðameðferð gerir aukna kröfu til þess að bráðveikir og slasaðir komist fljótt á Landspítala. Og ég held að séu flestir sammála þessum orðum og ég ætla að biðja ykkur að hafa þau í huga á meðan ég tala. Og það var lagt til að þyrlan verði staðsett á suðvesturhorni landsins og það var unni setning sem stóð svolítið í mér og var til þess að ég langaði að gera rannsóknir þetta. Eins og þið vitið, ég hef náttúrulega ekki orðið að þessu, það gerist dálítið, aðalega kannski COVID sem var til þess að þetta svona féll í gleymsku hjá mörgum. En allavega þá héldum við áfram með þessa hugmynd og við fengum veglegan styrk frá Rannís, Rannsóknarsjóði Íslands, til að gera rannsókn með öflugt lið með mér í þetta. Og þið getið farið þarna inn á QR-kóðan og séð þessa grein. En þessi grein sem sagt byggðist rauninni á því að staðsetja nýjar bækistöðar fyrir þyrlu sem var þá byggt á viðbragðstíma, sem sagt að komast frá bækistöðinni að einhverju sem eru alvarlega veikur eða slasaður. Og mikilvægt að hafa það í þetta var sem sagt viðbragðstími og þess vegna verður þetta hringlaga þekjunin, eða þá innan hringsins hægt að ná til sjúklinga á ákveðnu tíma.
og með því að bæta við þyrlu á Akureyri þá mætti þekja miklu fleiri, eða talsvert fleiri bláa punkta og bláir punktar eru raunverulega atvik eða veikindi eða slys sem voru flokkuð sem alvarleg. Á 7 ára tímabil á Íslandi og þetta voru alls rúmlega 50.000 bláir punktar þarna á myndinni. En með því að staðsetja þyrlu á Akureyri, reynda var, það fer ekki út í það, en á Akureyri og í Reykjavík, þá mætti þekja 92% af öllum alvarlegum tilvikum á Íslandi innan 60 mínútna. En eins og gengur, þegar maður nýbúinn að gera einhverja rannsókn, þá fyrir maður að hugsa, já en hvað ef til dæmis þyrfti að koma sjúklingnum á spítala? Og það það sem við köllum utanspítalatími. Þannig að þá bætist við tíminn á vettvangi og síðan þá tími við það að flytja sjúklinga á viðeigandi stofnun. Og hérna sést hvernig sá tími skiptir máli. Hérna verða að flytja sjúklinga á það sem eru læknar með í flutningi, en samt sem áður þá aukast dánarlíkur með tíma verulega. Þetta var veldisvöxtur í þessu var grantið skoðað. Og það lætur kannski lítið yfir sér hallatalan, en það náttúrulega gríðarlega mikil tvöföldun á líkum frá því að vera að fara á 20 mínútum í 200 mínútur á því að deyja. Þannig að okkur langaði að skoða þetta og líka skoða það, við vorum í fyrstu rannsókninni bara að skoða þyrlur, en hvað ef var rétt að nota sjúkraflugvél eða sjúkrabíl eða bara alla mögulega leiðir. Og við erum búin að gera rannsókn á þessu sem var ansi mikið flóknara dæmi en fyrir rannsóknin og við erum búin að fá hana samþykkta til birtingar en hún ekki birt ennþá, þannig ég get ekki sett QR-kóðan með henni. En við gerðum líka app sem þið getið farið inn á til að skýra út hvaða áhrif það hefur að staðsetja þyrlur á mismunandi stöðum. Við höfum ekki tíma til að fara mikið út í þetta, en ef við sjáum myndina hægra megin, þá ekki einhver bendill hérna. Þetta slys, alvarlegt slys sem var á Suðurlandsvegi og þá bara fáum við appi til að reikna út fyrir hvað það tæki langan tíma að koma viðkomandi á sjúkrahús í Reykjavík með það að fara með flugvél, þyrlu frá Reykjavík eða annar staðar eða sjúkrabíl. Þannig að þetta skýrir málið talsvert mikið. Og hérna aftur erum við að nota þessu sömu punkta í fyrir rannsókn sem við sjáum vinstra megin sem eru raunveruleg tilvik og við gerum ráð fyrir að það myndi að lýsa vel þörfinni fyrir þyrlu. Og hérna mynd sem við höfum aldrei sýnt áður og hérna þá spurningin svo, mögulegt að komast á Landspítala í ljós þessa sem var sagt þarna í upphafi innan 180 mínútna með sjúkrabíl, þyrlu eða sjúkraflugvél. Og þetta svona color-coded og þetta miðað það að við höfum allt það sem við höfum í dag. Við höfum sjúkraflugvél á Akureyri, við höfum sjúkrabíla staðsett út allt land, pluss hérna höfum við staðsett nýja þyrlu á Akureyri og við erum að skoða hvað áhrif það myndi hafa. Og þið sjáið það svona í stuttumáli að það myndi hafa verulega áhrif á Norðurlandi, alls staðar þar sem komin eitthvað frá flugvelli að hafa þyrlu. Og það eru þessi bleikupunktar sem þið sjá á myndinni. Það þá best að nota þyrlu til að koma á spítala í Reykjavík. En það væri stór hluti sem myndi reiða sig á sjúkraflugvél, náttúrulega aðalega allt Austurland og Suðausturland og stór hluti Vestfjarða, reiða sig mjög á sjúkraflugvél til þess að komast til Reykjavíkur. Alveg saman hvort að við höfum þyrlu á Akureyri eða ekki. Og síðan skoðum við þá hinn möguleikann að væri þyrla á suðvesturhorni og við völdum besta kostin. Við völdum það að hún væri staðsett á Flúðum þar sem hún myndi hafa mest áhrif. Og hún hefur aðeins áhrif það eru aðeins fleiri á Suðurlandi sem myndu komast aðeins fyrir á spítala en þetta eru bjargirnar mestar á suðvesturhorninu nú fyrir. En þetta hefði líka verulega áhrif á Norðurlandi því að núna eru allir punktarnir á Norðurlandi orðnir grænir, þannig að þá erum við algjörlega háð sjúkraflugi með flugvél og það sem svona smáatriði sem sést ekki í vel á þessari mynd, það eru þó nokkuð margir punktar orðnir gráir sem þýðir það að það ekki lengur hægt að koma þeim á sjúkrahús á Landspítala innan 180 mínútna. Þannig að þetta hefur verulega áhrif fyrir okkur. Og hérna erum við að tala 180 mínútur, en við gerðum þetta líka fyrir annan tíma með 120 mínútur og 90 mínútur og þá sést þetta enn betur hvað þetta mikilvægt fyrir okkur Norðlendinga að hafa þyrlu og sjúkrahús hér á Norðurlandi. En það væri enginn í Evrópu að tala svona tímarama. Þar tímaraminn bara miklu minni. Við erum eins og þið vitið langstrjálbýlasta land í Evrópu
og við erum bara með allt annan tímaramma en allar þjóðir sem við erum með okkur við. Allt annað. Þannig að þetta er ályktun að hérna erum við að tala um þegar algjörlega þá sem eru mest slasaðir eða veikastir og það er bara klárt mál að langflestir þeirra þurfa að fara til Reykjavíkur. En ef við hugsum lagið þar fyrir neðan, ef svo má orða, þeir sem eru ekki alveg þeir bráðveikustu eða slösuðustu, þá þurfum við augljóslega að hafa sjúkrahús. Því ef við hefðum ekki sjúkrahús, þá þyrftum við að flytja þá líka til Reykjavíkur. Og það er náttúrulega miklu stærri kaka og dæmi sem gengur ekki upp. Þess vegna er spítali á Akureyri náttúrulega algjör nauðsyn og gríðarlega mikilvæg. Sjúkraflugið, alveg augljóst mál út frá þessum myndum hvað það skiptir miklu máli í dag, eins og staðan er í dag, bæði fyrir sérstaklega náttúrulega bara fyrir allt upptökusvæði sjúkraflugs skiptir það gríðarlega miklu máli. En við sjáum líka ef að á fjárfesta í nýrri bækistöð fyrir þyrlu, þá er langskynsamlegast að það verði á Akureyri. Það hefur mest áhrif og er flestum til góðs og myndi styrkja þetta svæði og þetta sjúkrahús gríðarlega mikið. Takk fyrir. Ég vil þakka þeim sem hafa talað fyrir snarpa yfirferð, en okkur langar líka að hafa ágætis svigrúm til þess að fólk fái tækifæri til að koma fram með spurningar eða jafnvel vangaveltur sem að tengjast þessari uppbyggingu með beinum eða óbeinum hætti. Ég ætla að ná í mikrofónin, ég ætla að biðja Gunnar að koma bara hérna upp í pontu þegar mér finnst líklegast að hann geti svarað spurningum eða vangaveltum. Og en ekki hika við það vegna þess að hér erum við með að reyna að eiga í einhverju samtali ef það er eitthvað sem þið sitið og eru að velta fyrir ykkur eða teljið mikilvægt að benda á að gera það endilega núna vegna þess að til þess að það sé hægt að horfa til þess inn í framhaldinu að þá er gott að fá það fram. Þannig að ég ætla að grípa mikrofónin, réttið bara upp hönd. Já. Ég glemdi bara að minna á það í þessu samhengi sem að náttúrulega sjúkraflugið, gagnsemi þess byggir eða hún hangir algjörlega á því að það sé flugvöllur í Reykjavík. Þannig ég held að verðum að líta þannig á að flugvöllurinn í Reykjavík, það er í rauninni varnarbarátta sem við megum ekki tapa. En ef við ætlum að hugsa sókn, þá þurfum við að hafa þyrlupall við nýjan spítala á Akureyri og nýjan spítala í Reykjavík. Það er algjör nauðsyn, við megum ekki gefa afslátt af því. Yes. Góðan daginn, Þórhallur Jónsson heiti ég er varaformaður skipulagsráðs hér á Akureyri og mig langar að beina spurningu til Gunnars og ég vil að biðja hann að fara aðeins með okkur yfir það hvernig hann ætlar að taka á móti sjúklingum hana. Því að ég hef talað mikið fyrir því að við getum gengið þurrum fótum, við búum hérna 65 gráður norður, að við getum gengið með aldraða aðstandendur á sjúkrahúsið þurrum fótum og ég hef margoft lagt til að verið settur þarna bílakjallari með góðri aðkomu þannig að það sé auðvelt að losa sig eða koma fólki að. Nú er búið að taka bílastæðin og setja það þarna upp á tún fyrir ofan sem að mér finnst illa að fara með gott landsvæði og eins myndi ég vilja sjá staðsetningu á þyrlupalli ef þá er búið að ákveða hvar hann á að koma. Ég veit ekki hvort að það er alveg full frá gengið. Ég hef heyrt að hann eigi að vera þarna upp við veginn en ég myndi gjarnan vilja sjá bæði aðkomu og þyrlupall eða hvað er gert ráð fyrir því og svara því hvers vegna í ósköpunum að þeir ætlið ekki að fara í bílakjallara. Takk. Já. Hörru, ég reyna að svara þessu, bara eins vel og get. Já, hvernig kveiktur á bendlinu? Þarna. Já, hörru, hugmyndin er að aðaleingangur verði hér heyri í mér ennþá. Hérna við, í norður, aðaleingangurinn. Þetta bílastæði hér er hugsað fyrir gesti og skjólstæðinga og sama þá jafnvel örugglega hér lengra. Þetta hér er hugsað sem starfsmannabílastæði en verður þó ekkert stýrt þannig, það er bara eðlilegt að starfsfólk leggi lengra frá. Við höfum náttúrulega haft áhyggjur af fjölda bílastæða og komið því áleiðis.
inn í verkefninu ákveðin fjöldi. Skilgreiningarnar á bakviða, já, ekki alveg augljósar oft á tíðum. Við erum nú þegar í miklu vandræðum og þá koma einmitt upp aðrir hlutir eins og bara aðgengi í listigarðinn og svo framvegis sem hefur líka áhrif. Þannig að já, þannig að þetta planið eins og það er. Það sem sagt að starfsmannabílastæði verði fyrir ofan við Þórunnarstrætið og hitt fyrir skjólstæðinga og gesti og planið að taka einn aðalinngang. Bílakjallara, hann því miður ekki partur af þessu verkefni sem fór í gegnum kerfið og við höfum samþykkt. En ég held að ef við fengjum færandi hendi ekki bílakjallara sem SAK, þá værum við til í það. Og ég tel líklegt að það þurfi að gera ráð fyrir fljótlega því að nú byggt á þessum reit og þá væntanlega reiturinn hinum megin næstur á dagskrá. Og þá fer ekki verða mikið eftir að ofanjarða bílastæðum. En ég skil hvað verið að fara út í og hvað verið að hugsa. Við myndum vilja hafa þurrt aðgengi og eins gott og það geti orðið. Og við höfum komið þessum pælingum okkar alveg á framfæri, en eins og staðan núna á fjárveitingi bak við þetta verkefni, þá það ekki inni í því mér. Fyrirgefðu. Hvar aðkoma sjúkrabíla ef ég má spyrja? Já, hún sem sagt, í dag hún hér og við sem sagt settum inn í hönnunargögnin sem sagt ákveðnar skorður á því hvað hönnuður getur gert með nýbygginguna að því leyti að við stefnum á að byggja hérna við sem sagt bílaskýli, þannig að geta haft gegnumkeyrslu og þeir þurftu þá sem sagt að skilja eftir það þurfti að vera möguleika að keyra hérna í hring á bílastæðinu. Kannski sést já, hérna. Sjá, hvað bendilið á það? Já, við höfum semst haft pælingar að byggja út hérna þannig að það sé hægt að keyra hérna inn og svo út í burtu. Pláss fyrir 2 bíla. Það svona, og við settum það inn í gögnin en það ekki partur af þessu verkefni. Það eitthvað sem við þurfum að framkvæma sjálf en það þurfum að taka með af því. Við höfum líka verið að velta fyrir okkur pælingum hérna bara yfir veginn þegar við erum komin það langt. Þannig að það aðkoma sem þarf að bæta og við vitum vel af og erum að reyna að leggja grunn að geta að fara í. Ég með eina lokaspurningu, þessi fjarlægð með þyrlupallinum að sjúkrahúsinu, hún alveg viðunandi? Þyrfti ekki að rífa sel og færa þyrlupallinn? Já, við erum nú í áskorun með sel þessa dagana. Það eru rakaskemmdir og við erum að leita tímabundnu húsnæði fyrir dag- og göngudeildar. Sko, við settum þetta, það var vinnuhópur með Landhelgisgæslunni varðandi mögulega staðsetningu á þyrlustæði. Það nú ekki, maður má ekki kalla allt þyrlupall, sko. Og þetta var niðurstaðan á þeim tímapunkti, eins og kemur fram held í áskipulaðinu og sé svona staðsetningi sé leiðbeinandi. Það þarf að skoða þetta mál miklu frekar, það þarf að gera eitthvað umhverfismat og svo framvegis. Þetta mjög flókin umræða því að þú færð ekki svöru við því, ok, hvernig þyrla á að geta lent? Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að hafa allt sjúkraflug á björgunarþyrlum? Ætlum við að mun þetta breytast eitthvað? Þurfum við að taka minni þyrlum? Hvernig þau svör liggja ekki alveg fyrir? Ég hef reynt að leita þeirra og við, en já, þannig að þetta pínu flókin umræða en sjálfsögðu væri upp á ferlið, held ég að það væri best að vera með þyrlupall, beina tengingu inn á bráðamóttöku og svo framvegis. Þannig að en svo það bara, já, hverju eru að taka á móti? Hvað eru að fara í stærstu björgunarþyrlur sem í boði eru, þá þurfum að byggja kannski 20-30 metrar upp í lofti til að geta tekið við þeim. Eigum við að taka við þeim á það eru svo margar spurningar þarna sem svona dálítið flókið að ræða. En niðurstaðan okkar á þessu tímapunkti hefur verið sú að við viljum að sé þyrlu, að við getum tekið á móti þyrlum á lóðinni okkur.
og erum stödd hérna akkúrat núna. En ég geri ráð fyrir að eitthvað muni breytast. Þetta er ég bara sagt það hérna. Varðandi þennan þyrlupall sem náttúrulega gríðarlega mikil umræða og búið að vera mikið bæði hér og á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við höfum algjörlega látið okkar áform og okkar vilja koma fram. Að þetta er það sem við viljum gera og við teljum þetta mikið öryggismál eins og Björn kom mjög vel inn á hérna áðan. En í raun og veru liggur bara máli núna hjá stjórnvöldum. Hvað vilja þau gera? Við höfum alveg möguleika á því hvar við getum sett þetta. En þetta eiginlega liggur núna hjá stjórnvöldum. Bara hver eru næstu skref í þessu? Þetta eru flotta tillögur hjá okkur og það verður spennandi að sjá þetta. Ég er Guðríður, vinn hjá Akureyrarbæ og ég hef mikinn áhuga á byggingum og ég veit nú að byggingarnar eru nú ekki stóra málið, heldur reksturinn á þessu svo í framtíðinni. Af því að byggingin er kannski bara, reksturinn er sko kannski í 3 ár, er jafn mikill og bara byggingarkostnaðurinn á húsinu. Og það sem eru áhugi, hvað er búið að tryggja það að við fáum peninga í reksturinn á stækkuninni? Það er svona kannski stóramáli í þessu. Og ég er alveg sammála Þórhalli, mér finnst það mjög mikið skammsýni. Það reikni ekki með bílakjallara undir húsinu. Og við viljum líka endilega tryggja aðkomu að lystigarðinum úr Suðri. Ég held að það sé mjög brýnt. Og ég held að Akureyrarbær sé alveg á þeim, það sé nokkuð allir sammála því að það þurfa að leysa þetta í sameiningu. Því að þetta er mjög, lystigarðurinn er mjög mikilvæg stofnun fyrir okkur öll, ekki síður fyrir sjúkrahúsið. Þannig ég held að þið ættu að vera mjög jákvætt út í lystigarðin og leysa þessi bílastæðamál með okkur. Takk fyrir. Þú tjáðu bílastæð. Já, ég skal taka fyrir hlutann. Varðandi reksturinn, að rétt hjá þér. Við rekum ekki stærra húsnæði, tvöfalt stærra húsnæði án aukins fjármagns, það er alveg á hreinu. Við erum náttúrulega sjálfsögðu búin að vekja athygli á því við ráðuneytið og í fjármálaáætlun til 5 ára að þetta muni kosta bæði rekstur og náttúrulega fleira starfsfólk. Þannig að við erum minnst búin að gera sem við getum gert til þess að vekja athygli og ég vona að fólk átti sig á því að með stærra húsnæði og fleira starfsfólki þá kostir hlutinni meira. En við þurfum sannarlega að halda því á lofti og við erum búin að því nú þegar og munum halda því áfram þá sést í næstu umræðum þetta allt saman. Þess ber að geta, og komst kannski ekki inn á þetta, en þetta eru 14 milljarða verkefni að byggja byggja þessa viðbyggingu og rekstur sjúkrahússins er 14 milljarðir, veltan á ári. Okay. Þú tekur bílastæð. Já, bara sammála. Það þarf að lystigarðurinn er mikilvægur fyrir SAK og öfugt og það þarf bara að leysa þetta í sameiningu varðandi bílastæðamálin. En eins og ég kom inn á áðan, það hef ég bara áhyggjur af. Við erum í vandræðum í dag. Þetta er mikil stækkun. Verður þetta nóg fjölgun. Við höfum komið með okkar athugasemdir í því en við verðum að sjá hvað gerist. En ég er alveg sammála, það þarf bara að leysa þessi mál í sameiningu og gagnvart öllum aðilum. Það er mikilvægt. Það eru 2 á mælendaskrá og ég bið ykkur að gefa mig merki. Við eigum örfáa mínútur eftir en við ætlum að virða tímamörkin en ég gef næsta orðið. Takk, ég heiti Andri, bæjarfulltrúi á Akureyri og mig langar að spyrja aðeins nánar út í framkvæmdina þó að Guðríði finnst það kannski lítið mál hlutfallslega, hún er nú mjög skeleg kona, en mig langar að spyrja hvað er framkvæmdatíminn langur, verður áfangaskipting, hvað er þetta mörg ársverk, ég er aðeins að hugsa bara svona áhrif á byggingamarkaðinn á Akureyri og alls konar ráðgjafa og iðnaðarmenn og svo framvegis. Takk. Já. Þetta eru náttúrulega eins og við komum inn á, þetta eru 14.000 fermetrar, bara byggingi sjálf og svo náttúrulega ágætis lóðavinna líka eins og við sjáum því í kring sem að fylgir þessu. Markmið NLSH er að þetta sé klárt árið 2029, semst að byggingi sé klár eftir þá 4,5 ár cirka. Ég spurði nú í gær hvert það væri, hvert það ættum að hvert ég geti fengið þetta, þetta væri svona, en
verkefni á fullri ferð og það ekkert sem er að stoppa það eins og staðan sem bara mjög jákvætt. En svona já, á reynslunni held ég að maður ætti að gera ráð fyrir kannski aðeins lengri tíma, en vonandi ekki, ég ætla ekki að draga úr. Og já, þannig að þetta eru, já, þessi 14 fermetrar. Í arfvegsframkvæmdina verða boðnar út núna bara strax eftir áramótin sér og svo reikna ég með þá uppsteypan og innanlandsframgöngu sé í einu eða tveim, það ekki alveg ljóst, en já, þannig að þetta ætti að uppleggi frá upphafi hefur verið 5 ár og já, þannig að ég held að þetta muni nú hafa ágætis áhrif. Það margar hendur í þetta, gerir ég ráð fyrir, en hversu mikil svona í heildina, ég ekki alveg með það í kollinu. Komið sæl, Ásthildur Sturldóttir heiti ég, bæjarstjóri hér á Akureyri. Ég vil þakka fyrir þennan góða og fróðlega fund og biðst afsökunar á því að hafa ruðst hingað inn of seint. Ég var svo heppin að fá að vera með í dómnefndinni sem kom að því að velja hönnuði fyrir verkefnið og það var óskaplega skemmtilegt og fróðlegt og gaman að vera með því verkefni. Nú sé ég að myndin tillagan hefur tekið töluverðum breytingum frá því sem var og vænti ég þess að það sé verið að reyna að syngja við menntaskólann og húsin í bænum, gömlu húsin með þessum hallandi þökum. Er það rétt skilið hjá mér, Gunnar, erum við að minnka húsið eða er það að stækka? Ég heyrði þú sagði 14.000 fermetra, ef ég man rétt þá vorum við með 15.000 fermetra í upphaflegu hugmyndunum. Þessi auka rishæð, er þetta kósírými fyrir sjúklinga og starfsfólk eða hvað gert ráð fyrir þarna? Er þetta geymslur eða er þetta aukin lofthæð eða hvernig það að sjá þetta fyrir ykkur? Er þetta svona líkleg mynd af húsinu eins og það kemur til með að líta út? Og svo kannski til þess að bæta við hjá Andra, munum við sjá fram á það að þessi framkvæmdatími verði bara tekinn að verkefni muni rísa allt í einu og klárast? Eða munum við sjá hið gamla íslenska það sem verður alltaf ein deild sem verður lokuð og klárast ekki fyrr en eftir 20 ár. Bara svona nokkrar spurningar en þetta verður gríðarleg lyftistöng fyrir sjúklinga og ekki síst starfsfólk og bæta vinnuaðstöðu og ég hlakka gríðarlega til að sjá þetta verða að veruleika. Þannig að bara til hamingju og takk fyrir þennan flotta fund. Takk fyrir þetta. Já, varðandi útlit og annað, byggingin hefur stækkað frá frumathugunni, bara þannig að það sé á hreinu og gerði það kannski að verkum að hægðist aðeins á ferlinu á ákveðnum tímapunkti til að tryggja bara að fjármögnunin sé í samræmi og svo framvegis. Þannig að hún hefur stækkað á þessum tíma og þá bara verið að vinna í kringum þetta notendasamráð sem við höfum haft. Varðandi þakið þá náttúrulega höfum við líka svo sem veifað nokkrum áhyggjum af flötumþökum kannski í ferlinu sem hefur þá kannski áhrif á hvað hönnuðirnir að vinna með en ég er svo sem bara tiltölulega nýlega sjálfur búinn að fá þessar tillögur á borðið og fékk þessar myndir í gær. Við höfum lítið rætt þök hingað til, við erum mest búin að vera inn í stofunum sjálfum og rýmunum en svo þarf náttúrulega líka að hugsa þá einhverja ákveðna lausn á þann hátt að það á að vera hægt að bæta einni hæð ofan á. Þannig að spurning hvernig á að leysa það þegar að því kemur og ef. En já. Það er ein lokaspurning hérna á kantinum áður en við slítum þessu. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, Ólafur Ragnarsson heiti ég, nú frá byggingafélagi hérna, Húsheild Hyrnu. Ég hjó eftir því að framkvæmdi verður boðin út í janúar 27, ekki? Jú. Og veit ekki nú, býsnan Bjarsinna ætla að vera svo búin að þessu 29. Það er svona, nokkuð saman hver fyrir það sér, heldur mig nú alveg bæta við ári, heldur bara strax þarna.
Svo var nú eiginlega hitt með kostnaðinn, sko ef þetta eru 14.000 fermetrar áætlaðir í dag og 14 milljarðar. Ég held að menn, hún getur nú strax farið að bæta við einhverjum peningum í þetta. Ég held að það standi ekki. Er það budgetið í þetta 14 milljarðar? Já. Það sé mjög hæpið. Já. Já, eins og varandi framkvæmdtíma þá þurfum við bara aðeins að sjá, en eins og þú sagði áðan, þá þetta uppleggið eins og það akkúrat í dag. Varðandi fjármagnið og stærðina, ég sagði kannski áðan, já, þetta 13.000 fermetrar brúttó, ég sagði kannski óvart 14.000 áðan og kostnaðaráætlun í kringum 14 milljarða. Inn í þessum 13.000 þá kjallarinn og svo framvegis, þannig að þetta er ekki 13.000 fermetrar af sjúkrastofum og það er ekki allir fermetrar jafn dýrir en það. En þetta þær áætlanir sem að hönnunarhópurinn og hafa lagt fram. Við höfum svo sem ekki mikil áhrif á það þannig séð við sjálf, en þetta hefur verið svona já, um og yfir milljón á fermetrin í þessu ferli svona, hefur maður heyrt. Nei, það er sérfjármagn. Af því að ég fékk svo fallegt aukráð, þá verði ég að setja loka spurningu út í sal og svo verðum við að slíta, en ég minni á að við verðum áfram og það er tækifæri til samtals á eftir. Já, Hreinn Pálsson heiti ég, þakka kærlega fyrir þetta, en mér dettur í hug, ég ætla ekki að fara að eyðileggja hönnunina, en mér dettur í hug, ekki þarna slægjur á þökum eitthvað? Er þetta ekki gras, þetta græna? Jú, eins og það lítur út á þessum mynd. Er ekki betra að hafa bara sólasellur þarna? Já, það getur verið eitthvað sem við spilum inn. Ég var alveg handviss að kemur skemmtileg spurning þarna. En að þessu sögðu þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að mæta hingað til fundarins. Ég vil þakka þau sem að ávörpuðu fundinn og ekki síður ykkur sem að komu hérna fram með umræður, vangaveltur og spurningar. Þó svo að þessi fundur hafi auðvitað sé núna, þá er samt tækifæri til þess að bæði vera hérna aðeins áfram og eftir. En eins veit ég að bæði Gunnar Lyngdal og Hildur Gunnu forstjóri taka glöð á móti samtölum og vilja eiga í samtali við okkar nær umhverfi. Þannig ég hvet ykkur til þess að vera í sambandi við þau, því þetta er jú uppbygging sem er fyrir okkur öll. Þetta er fyrir samfélagið okkar og skiptir gríðarlega miklu máli að það heppnist vel og það er ekkert að því að taka umræðuna því að það er rosalega erfitt að breyta eftir á. En takk kærlega öll sömul fyrir fundinn og komuna hérna í dag og ykkur sem voru að fylgjast með í streymi.